Kæru vinir, það væri svo sannarlega ástæða til þess að kalla hvert og eitt ykkar upp og færa ykkur eina rós. En við ætlum hins vegar að heiðra og þakka 3 konum fyrir ómetanlegt framlag á síðustu misserum og árum. Og fyrst langar mig að biðja Oddnýju Harðardóttur að koma upp. Okkar fyrirverandi formaður sem hefur svo sannarlega sýnt Hún hefur svo sannarlega sýnt úr hverju hún gerð og hvað hún getur verið rausnarleg í erfiðum aðstæðum. Auk þess sem hún náði til að siða mig til þegar henni finnst ég fara fram úr mér. En kæra þakkir Oddný, án þín hefði þetta ekki verið hægt. Og svo það fráfarandi formaður framkvæmdastjórnar sem búinn að leggja meira á sig núna síðustu mánuði heldur en að nokkur gæti trúað þannig að það hefur bitnað bæði á hennar vinnu og örugglega fjölskyldu. Og Margrét Lind biðja þig að koma upp og taka við nokkrum rósum. Og á sama hátt og forstjóri Google mundi eflaust kalla móðurtölvuna upp á sviðs til að taka á móti viðurkenningu og þakklætisvotti, þá hljótum við að kalla á Gerðu. Hér eru rósir og gjafabréf í einhvert dekurnutt. Við vorum að velta okkur fyrir okkur þingflokkurinn að nutta þið sjálf. En við vorum hræddir að við værum á harðhent. En takk fyrir. Bara bið ykkur að gefa þér gott klapp. Takk. Við skulum fá þær hérna saman, 3 þessar kjarnakonur. Þessar konur sem að héldu flokknum okkar saman á tímabili, handvirkt og gerðu það vel. Á, því það sú manneskja sem að í mínum huga hefur unnið hvað mest pólitísk afrek á Íslandi á þessari og síðustu öld. Hún fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar. Hún fyrsti kvenforsætisráðherra Íslands. Jóhanna Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ágætu félagar, það ánægjulegt að sjá hvað þetta hefur verið kraftmikill og gefandi landsfundur, enda eru mikil tækifæri á hinu pólitíska taflborði fyrir Samfylkinguna. Það ekki síst að þakka hvað forystan, jafnt sem almennu flokksmaður, hefur lagt mikið á sig til að ná þessum árangri að við erum aftur á leið að verða burðarflokkur í íslenskum stjórnmálum. Grundvallaratriðið að fylgja fast eftir stefnu okkar jöfnuð og réttlæti í samfélaginu.
Aldrei eins og nú meiri þörf á jafnaðarstefnunni í framkvæmd, enda ójöfnuður og misskipting sívaxandi í heiminum. Ágætu jafnaðarmenn, einkenni íslenskra stjórnmála, allt frá því að við jafnaðarmenn vorum síðast í ríkisstjórn, eru athyglisverð. Í fyrsta lagi, uppgangurinn í öfgahópum víða í heiminum, þar sem alþjóðahyggja og þjóðernishyggja takast á og jafnaðarstefnan hefur í þeim hræringum átt erfitt uppdráttar. Í öðru lagi að ríkisstjórnir undir forystu íhaldsaflanna hafa þrisvar hrökklast frá á síðastliðnu kjörtímabili vegna trúnaðarbrests, spillingar og siðrófs milli þjóðar og þings. Og það vissulega þyngra en tárum taki hvað þessi flokkar hafa lítið lært af hruninu eða tekið mark á rannsóknarskýrslu Alþingis. Og það óþolandi fyrir íslenska þjóð að Ísland skuli talið spilltast Norðurlanda vegna fárra einstaklinga sem ekki geta haft taumhald á græðgi sinni. Í þriðja lagi, eins og ég sagði, sívaxandi ójöfnuður og misskipting eitt stærsta vandamál heimsins í dag og ógnar verulega friði í löndum heims. Það sést best á því að ríkasta 1% jarðarbúa á það sama og restin 99%. Það ótrúlegt að 62 einstaklingar í heiminum eigi í dag það sama og fátækasti helmingur allra jarðarbúa. Og það eru fyrst og fremst jafnaðarmenn sem geta lagt lóð á vogarskálarnar til að breyta þessu. Í fjórða lagi að allir flokkar sem boðið hafa fram frá 2013 hafa lagt höfuðáherslu á jöfnuð og velferð í kosningabaráttum en flestir gleymt þeim kosningaloforðum leið og kjörstöðum lokað. Þar liggja sóknarfæri okkar jafnaðarmanna. Að vera jafnaðarmenn alltaf og ævinlega og trú stefnu okkar hvort sem maður í stjórn eða stjórnarandstöðu en ekki bara í kosningabaráttum. Það leiðin til að flokkur okkar verði á ný forystafl í íslensku stjórnmálum eins og hann var árið 2009. Aldrei eins og nú meiri þörf á þjóðfélagi jafnaðarstefnunnar. Við höfum í of langan tíma á síðustu árum þar til nú verið of hrædd við að skilgreina okkur sem jafnaðarmenn og vinstriflokk. Því miður að mínu viti höfum við of mikið verið að reyna að sanna að við séum líka hægra megin við miðjuna. Skýrleikann fyrir hvað við stöndum, af hverju við erum jafnaðarmenn, hefur því of mikið vantað. En þetta hefur breyst sem betur fer. Það að vera flokkur vinstra megin við miðju hefur ekkert með það að gera að tala ekki fyrir og framkvæma ábyrga efnahagsstjórn og byggja upp öflugt samkeppnishæft atvinnulíf. Það fer algjörlega saman við að sýna umburðarlyndi, mennsku og samhjálp með þeim sem höllum fæti standa og vinna að jöfnuði og jafnrétti í samfélaginu. Það bara hin hliðin á sama pening ef sérhagsmunir eru látnir víkja fyrir almannahagsmunum leið og öflugt velferðarkerfi og sterkir innviðir eru hafðir í öndvegi. Ég tel líka rétt að Samfylkingin beini meira spjótum sínum að Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum, spillingarflokkunum en í minna mæli að Vinstri grænum, þó þeir hafi stund villst af leið. Þeir eru okkar samherjar og geta orðið það fyrr en okkur órar fyrir því ég hef enga trú á að þessi ríkisstjórn sitji út kjörtímabilið. Ég vil líka segja það hér
að ég hef verið mjög ánægð með þingmenn okkar og sveitarstjórnarmenn á undanförnum mánuðum og misserum. Þeir hafa skýrar línur og skýra sýn, talar þunga fyrir jafnaðarstefnunni, jöfnuði og réttlæti, endurreisn heilbrigðis- og menntakerfis og verið í forsvari fyrir MeToo-byltingunni. Enginn á því að þurfa að velkjast í vafa það fyrir hvað Samfylkingin stendur. Enda skilaði það sér í síðustu kosningum. Það sem veldur vonbrigðum að stjórnvöld virðast ekkert hafa lært af hruninu. Farið frekar skref aftur á bak en áfram, verulegi siðferðisbrestir og leyndarhyggja virðist á litlu undanhaldi og græðgin hefur ekkert hopað fyrir réttlátara samfélagi. Siðrof milli þings og þjóðar algjört og þar höfum við verk að vinna. Fátækt líka enn allt of mikil í samfélagi okkar og það auðvitað til skammar í okkar velferðarþjóðfélagi hvað mörg börn búa við mikla fátækt. Og það líka til skammar að það taki fjölda lífeyrisþega 2 ár að ná sömu fjárhæð til framfærslu og Ásmundur Friðriksson hefur bara í bílastyrk skattfrjálst á 1 ári. Við viljum ekki svona samfélag, við viljum þjóðfélag jafnaðarstefnunnar. Okkar fólk þarf að kalla eftir að rannsókn fari fram á samþjöppun eigna og valds í samfélaginu á undanförnum árum og afleiðingar þess fyrir heildarhagsmuni. Það mun leiða ýmislegt athyglisvert í ljós. Við þurfum líka þegar í stað að breyta lögum ráðherraábyrgð sem sögð voru vera á forræði forsætisnefndar þegar við vildum herða á ábyrgð ráðherra í okkar tíð í ríkisstjórn. Það eru orðnir nokkrir áratugir frá því við jafnaðarmenn kölluðum fyrst eftir hertri ráðherraábyrgð á Alþingi. Ég viss að örugglega nokkrir ráðherrar hefðu þurft að taka pokann sinn ef þau hefðu náð fram að ganga. Takið á þessu, þingmenn Samfylkingarinnar. Rjúfið þessa samtryggingu á Alþingi og látið á þetta reyna í forsætisnefnd þingsins. Ég trú ekki öðru en forseti þingsins, minn fyrrum félagi í ríkisstjórn, Steingrímur J. Sigfússon, muni taka því vel. Og ég hvet þingmenn okkar líka til að fylgja vel eftir tillögum stjórnarskrárnefndar heildstæða stjórnarskrá fyrir íslensku þjóðina og það auðvitað óhæfa, algjör óhæfa að Alþingi Íslendinga skuli hunsa vilja 2/3 hluta þeirra sem tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni tillögu stjórnlagaráðs árið 2012. Það örugglega fáheyrt meðal siðmenntaðra þjóða heims. Í guðanna bænum, ágæti þingflokkur, ekki fallast á neinn lágmarkssamnefnara eða móðsuðu þegar stjórnarskráin, samfélagssáttmáli þjóðarinnar á í hlut. Og ég þar ekki síst að hugsa auðlindir í þjóðareign. Þar eigum við engan afslátt að gefa. Góðir félagar, sýnum styrk okkar og baráttu fyrir velferðarsamfélagi jafnaðarstefnunnar með öflugum hætti fyrir bæjar- og sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Við erum á réttri leið. Tækifærið núna, áfram jafnaðarmenn.
Ég held ég mæli fyrir hönd allra landsfundarfulltrúa þeirra sem hér inni þegar ég segi takk Jóhanna fyrir allt saman. En eins og Jóhanna brýndi okkur með, þá flokkur án stefnu til lítils og nú tekur til máls formaður Samfylkingarinnar Logi Már Einarsson og flytur stefnuræðuna. Kærar þakkir Jóhanna. Kæru félagar, hvað meira viðeigandi en að byrja eftir þessa kraftmiklu ræðu að lesa lítið ljóð fyrir fyrrverandi formann og forsætisráðherra Jóhönnu eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur. Þegar allt hefur verið sagt, þegar að vandamál heimsins eru vegin, metin og útkljáð, þegar að augu hafa mæst og hendur verið þrýstar í alvöru augnabliksins, kemur alltaf einhver kona að taka af borðinu, sópa gólfið og opna gluggann til að hleypa vindlareiknum út. Það bregst ekki. Í það mund sem ég var að verða til, þá var þar í kotinu mikil örtröð af því fólki sem nú á dögum heitir flóttamenn. Það að flýja land, það leggur á stað með tárum úr heimkynni sínum og ættbyggð af því að svo illa búið að því heima fyrir og börn þess ná ekki að þroska heldur deyja. Þannig lýsir Halldór Laxness lífin í Reykjavík fyrir 100 árum rúmlega í bók sinni Brekkukotsannál. Frá því þessi saga gerist hafa aðstæður okkar Íslendinga sem betur fer tekið stakkaskiptum. Tekjujöfnuður með því mesta sem gerist í heiminum, jafnrétti kynjanna sömuleiðis og aðbúnaður almennings allur annar. Þetta sýnir að það hægt að breyta hlutunum til hins betra. En þó almenn lífskjör hafi batnað mikið enn mikið ógert og þá skiptir máli hvaða flokkar stjórna. Mikill fjöldi venjulegs launafólks, aldraðra, öryrkja, nær ekki endum saman og þarf jafnvel að neita sér læknisþjónustu eða annað sem að telst til sjálfsagðra hluta í dag. Og við lifum hvorki eða hrærumst í meðaltölum og vísitölum og hver og einn sem á ekki til hnífs og skeiðar skiptir okkur máli. Eignastaða ungs fólks mjög slæm og margar barnafjölskyldur hrekjast á dýrum og ótryggum leigumarkaði með vondum afleiðingum fyrir fjölskyldulífið og börnin. Fátækt þjóðarskömm og það ætti að vera fyrsta forgangsverkefni hverrar ríkisstjórnar að ráðast gegn henni. En jafnvel þó það sé nauðsynlegt að hækka laun og lífeyri þeirra verst settu, segir tekjujöfnuður ekki alla söguna. 1% fólks í heiminum á það sama og 99%. Og hér á Íslandi eiga 5% Íslendinga jafn mikið og hinn 95%. Þessi ójöfnuður stöðugt að aukast og færist auk þess á æ færri hendur. Og samhliða þessari gríðarlegu samþjöppun hafa þeir eignamestu hreiðrað sig á öllum sviðum samfélagsins í einu, í útgerð, bönkum, orkufyrirtækjum, tryggingafélögum, dagblöðum og nú síðast á húsnæðismarkaði. Það má vel kalla næstu ár baráttu Ísland og stór liður í henni að tryggja eignarhald þjóðarinnar af sameiginlegum auðmildum í stjórnarskrá og innheimta sanngjarna rentu.
Sífellt fleiri viðurkenndar alþjóðlegar rannsóknir sýna að samfélag þar sem jöfnuður mikill vegnar mikið betur. Þau eru friðsamari, fjölbreyttari og kraftmeiri. Það því nauðsynlegt að ráðast gegn þessum vaxandi ójöfnuði og það verður ekki gert án öflugs jafnaðarflokks. Hingað til bendir ekkert til þess að núverandi ríkisstjórn ætla að ráðast gegn aukinni misskiptingu. Og raunar segir í nýlegri ályktun frá miðstjórn ASÍ: í rannsókn hagdeildar ASÍ á þróun skattbyrði launafólks síðastliðin 20 ár kemur skýrt fram að skattbyrði launafólks hefur aukist og þeim meira eftir því sem tekjur eru lægri. Það eru því mikil vonbrigði að ekki sé brugðist við þessari þróun í fjárlagafrumvarpinu, heldur þvert á móti haldið áfram á sömu braut með því að lækka útgjöld til barnabóta, vaxtabóta og húsnæðisbóta. Tekjuójöfnuður mun halda áfram að aukast þar sem dregið enn úr frekara jöfnunarhlutverki skattkerfisins. Og það sem verra þá skila ríkisstjórnin auðu þegar kemur að þeim verst settu, öldruðum, öryrkjum og ungum barnafjölskyldum. Þau eru látin bíða áfram. Ekki staðið við margítrekuð loforð að styrkja innviði og almannaþjónustu. Og ríkisstjórnin býður ekki upp á trúverðuga lífskjarasókn. Ábyrgðinni á hvoru tveggja varpað á stéttarfélög. Það félagslega öryggi sem talið sjálfsagður hlutur hjá stjórnvöldum og hinum Norðurlöndunum ætlar ríkisstjórnin að nota sem skiptimynd í kjarasamningum. En það sem veldur kannski einna mestu áhyggjunum núna, það efnahagsstjórnin. Til þess að ráðast í velferðarútgjöld þarf nefnilega að afla tekna, ekki freistast til þess að nota bara forðan sem jafn hverfull og íslenskt veður. Á toppi hagsveiflu réttur tími til þess að auka tekjur og nota þær til að jafna kjörin og styrkja velferðina. Það er auk þess skynsamlegt til þess að lækka vexti, halda aftur á verðbólgu og milda næstu niðursveiflu. En þetta ekki gert. Og þegar hin mögru ár koma, hefur reynslan kennt okkur að það fyrsta sem lendir undir hnífnum velferðin. Ríkisstjórnin ætlar sem sagt að setjast í sófann, éta úr ísskápnum, hirðir ekki að fara út og veiða í matinn og varpar ábyrgðinni yfir á næstu ríkisstjórn. Auk þess gefur hún eftir 20 milljarða tekjur frá síðasta framlagða fjárlagafrumvarpi og þær tekjur hefðu svo sannarlega geta nýst til að aðstoða fátæka og ráðast í aðgerðir gegn fátækt. Og afleiðingar af þessu eru líka fyrirsjáanlegar, meðal annars þær sem Seðlabankinn nefnir. Minna aðhald í ríkisfjármálum mun því óhjákvæmilega hafa í för með sér að vextir og gengi krónunnar verða hærri en ella hefðu orðið. Við verðum því að fara að byggja upp réttlátt skattkerfi og treysta félagslegan stöðugleika. Tryggja að fólki til lifað öruggu mannsæmandi lífi frá vöggu til grafas. Liður í því að hækka grunnlífeyri aldraðra og öryrkja, barna og vaxtabætur, lækka greiðsluþátttöku sjúklinga og ráðast í stór átak í húsnæðismálum. Í dag getur tímabundin atvinnumissi eða veikindi breytt lífi harðdórulega fjölskyldu í fjárhagslega martröð, svo ekki sé minnst á öfgafullar sveiflur íslenskrar krónu sem bitnaði þetta alltaf harðast á hinu venjulega fólki. Það höfum við margreint. Og svo staðreynd að það sé áhættu fjárfesting að koma sér þaki yfir höfuðið segir auðvitað bara sína sögu. En forsenda þess að byggja upp gott velferðarkerfi traust og líflegt atvinnulíf sem byggt á frumkvæði einstaklingsins og frjálsri samkeppni. Hagsmunir þess og almennings eru best tryggðir með auknum samskiptum við umheiminn. Við verðum að ná góðum samningum við Evrópusambandið, ganga í það og taka upp stærri og stöðugri gjaldmiðil við fyrsta tækifæri. Þá þurfum við að vera nógu skynsöm til að horfa til framtíðar og nógu djörf til að mæta henni. Aukin framleiðni og verðmætasköpun getur skapað samfélag þar sem allir eru virkir þátttakendur
og tryggt að við eigum áfram í fullu tré við aðrar þjóðir. Við stöndum frammi fyrir tækniþróun sem að gjörbreyta samfélaginu. Hún mun ekki eingöngu koma í stað vöðvaafls, heldur líka hugarafls að einhverju leyti. Gervigreindin mun gefa vélum áður óþekkta hæfni. Innan fárra áratuga verður þáttaka mannsins í samfélaginu með allt öðrum hætti en við höfum áður þekkt. Og í þessu felast vissulega miklir möguleikar. Framleiðni getur aukist sem forsenda þess að við getum tekist á við breytta aldurssamsetningu mannkyns og minna vinnuframlag hvers og eins okkar. Möguleikar geta skapast á vistvænni framleiðslu sem eru nauðsynleg viðbrögð við loftslagsvánni. Og síðast en ekki síst ætti þessi tækni að geta skapað okkur möguleika til að jafna stöðu milli fátækara og ríkari landa heimsins. Allt þetta forsenda fyrir friði í heiminum. En þessum breytingum fylgja þó líka ógnir ef við höldum ekki rétt á spilunum. Í fyrsta lagi verðum við að gera og skoða róttækar breytingar á skattkerfinu til þess að hindra að ágóðinn af þessu tækniþróun verði ekki allur eftir hjá fyrirtækjunum. Slíkt mundi leiða til þess að stjórnvöld réðu ekki við að halda uppi öflugu velferðarkerfi, bilið milli þeirra efnameiri og snauðu næði áður óþekktum stærðum og með þeim hörmingum sem því fylgja. Og Íslendingar verða að fara að vinna í þessum málum, en það hins vegar útilokað að við mætum þessari áskorun nema í víðtæku alþjóðlegu samstarfi. Í öðru lagi verðum við að fjárfesta miklu meira í menntun. Skólastarf þarf að taka mið af þessari nálægu framtíð. Menntun verður hluti af tilveru okkar með einum eða öðrum hætti alla ævi og við verðum að leggja miklu meiri áherslu á tæknigreinar, skapandi hugsun, líka menningar og listir. Fyrst og fremst verðum við þó að leggja áherslu á að ala upp heilsteypta, víðsæna einstaklinga með gagnrýna hugsun sem hafa hæfileikana til að sjá heildarmyndina en gangi ekki til afmarkara verka án þess að velta fyrir sér stærri áhrifum þeirra. Ef lífskjör hér á landi eiga áfram að standa samanburð við það besta sem gerist í heiminum, verðum við að eyða meiri tíma, orku og peningum í menntaþróun. Og það löngu tímabært að ráðherra Samfylkingarinnar stýri menntamálaráðuneytinu. Loks þurfum við að leggja miklu meiri rækslu kennslu í dygðum og siðviti. Framtíðin ber nefnilega einnig með sér siðferðilegar hættur. Hugmyndin einkalífið að gjörbreytast og mörkin milli þess sem við lærðum að vera rétt og rangt að vera sífellt óljósari. Það sem einkum hefur gefið mannkyninu yfirburðastöðu í lífríkinu hinn einstæki hæfileiki til að vera síleitandi, hugsa abstrakt og miðla þekkingu milli kynslóða. Þessi staða hefur fengið okkur til að trúa því að mannkyninu væru allir vegir færir, ævinlega. Allt þangað til að við áttuðum okkur á að við gætum auðveldlega orðið eigin velgengna bráð. Nærtækt dæmi það atómsprengjan og loftslagsógnin sem stafar af ofbeit okkar á jörðinni. Með veldisvexti stafrænna tækni stöndum við svo allt í einu frammi fyrir þeirri staðreynd að hafa skapað tækni sem býr einnig yfir sömu hæfileikum og við töldum að maðurinn einn gæti nokkuð tíma ráðið yfir. Nú eru til vélar sem hægt að mata með upplýsingum og geta svo lært tiltekna hluti frá grunni af sjálfsdáðum og bætt á nokkrum vikum heilmikla þekkingu við það sem að maðurinn hefur náð að nema á þúsundum ára. Og það einungis tímaspursmál, hvenær þeir geta svo farið að miðla þekkingu til hverjar annarar og jafnvel óbeðnar. Þróun siðvits hefur ávallt verið nokkrum skrefum á eftir tækninni og við megum ekki við því að það bil aukist til muna. Þess vegna verða stjórnmál alltaf
fyrst og fremst að snúast siðferði. Og þá nærtækast auðvitað að við stjórnmálafólkið horfum á sjálft okkur. Að við berjumst gegn sjálftöku, ráðumst gegn frændhygli, aðskiljum stjórnmál frá viðskiptum, ráðumst gegn græðgi, séum heiðarleg og viðhafum gegnsæ vinnubrögð. Og síðast en ekki síst, öxlum okkar skinn ef við sem dómsmálaráðherrar lendum í því að brjóta lög landsins við skipun Landsréttar. Við þurfum líka að viðurkenna að það siðferðilega óverjandi að helmingur mannkyns, konur, séu undirsettar köllur. Þiggi lægri laun, eigi erfiðara uppdráttar í stjórnmálum og atvinnulífi og þurfa að þola áreiti, kúgun og ofbeldi. Liður í þessu að við tökum til í herbúðum okkar sjálfra, tryggjum flokkinn sem góðan stað til að vera í og beitum okkur í þágu réttlætis. Við eigum að styðja af alefli þær hugrökku konur sem hafa risið upp í MeToo-hreyfingunni og öðrum slíkum og leggja miklu meiri áherslu á jafnrétti heldur við þó höfum gert. Þá verðum við að átta okkur á því að náttúruvernd og aðgerðir í loftslagsmálum eru ekki bara þvinguð viðbrögð til að viðhalda mannkyninu, heldur stórt siðferðismál. En við verðum líka að glíma við flóknari siðferðisspurningar. Hver réttur okkar til einkalífs, upplýsinga og hver réttur mismunandi hópa til að viðhalda menningu sinni og trú? Oft virðast svörin sára einföld en eru það sjaldnast. Eigum við og hversu mikið þá að leggja mörkum til þess hluta jarðarbúa sem búa við hungur, á flótt undan hörmungum og stríði eða í örvæntingafullri leit eftir öryggi og betra lífi? Mitt svar já, auðvitað. Ríkt land eins og Ísland á að gera miklu betur. Við stöndum líka frammi fyrir þeirri staðreynd að eina mögulega leið mannkynsins að vinna saman og líta hvert á annað sem systkini. Nú berast þær fréttir frá nágrannalöndum okkar að setja í lög sem brjóta gróflega mannréttindi stórra hópa. Jafnvel systurflokkar okkar í Danmörku hafa boðað stefnu sem í mörgu mannfjandsamlegt. Við skulum einsetja okkur að verða aldrei svo smá í andanum að freistast til þess að elta slíkt fyrir aðeins meira fylgi. Loks held ég reyndar að stærsta og augljósasta fyrsta skrefið til siðvæðingar á samfélaginu og íslensku stjórnmálum sé að breyta stjórnarskránni þannig að hún byggi á tillögum stjórnlagaráðs. Og við skulum beita okkur fyrir því. Kæru félagar, þetta var mesta góðærið. Þetta var versta hallarið, þetta var öld viskunar, þetta var öld fíflaskaparins, þetta var tímabil trúar, þetta var tímabil vantrúar, þetta var árstíð ljóssins, þetta var árstíð myrkursins. Þetta var vor vonarinnar, þetta var vetur örvæntingarinnar, við áttum allt í vændum, við áttum ekkert í vændum. Við vorum öll á leiðinni beint til himna, við vorum öll á leiðinni beint á hinn staðinn. Þessi tími var með öðrum orðum svo líkur nútímanum að sumir af háværustu áhrifamönnum hans gátu ekki upplifað hann til góðs eða ills öðruvísi en á hástígi. Þannig hefst saga tveggja borga eftir Charles Dickens í þýðingu Guðmundar Andra, en hún gerist í frönsku byltingunni við upphaf iðnbyltingarinnar. Og á einhvern merkilegan hátt hafa þessi orð aldrei átt betur við.
Ótal öfl, stjórnmálaleiðtogar og jafnvel almenningur sjá sér hag í því að draga upp svarthvíta mynd af veröldinni. Við það tapast sýnin á fegurð heimsins og möguleika okkar til fallera mannlífs. Lífið nefnilega fullt af blæbrigðum og fæst fullkomlega rétt eða algjörlega rangt. Og æháar raddir líka á Íslandi ala á fordómum, ýta undir þjóðernishyggju, vilja draga landið inn í skel og loka sig frá umheiminum. Það ala á tortryggni og ótta, dreifa falsfréttum og flagga vaxandi fylgi svipaðra og öfgaskoðana í okkar heimshluta. Við getum vel valið svarthvíta veröld sem nærist á sundurlyndi, tortryggni og hræðslu við það framandi, heim sem byggir á flokkun og aðgreiningu, öflugum landamærum, þar sem hver sjálfum sér nógur, eða auknum samskiptum og samvinnu, þar sem fólk freistar þess að taka ábyrgð hvert á öðru. Fyrri kosturinn mun aðeins leiða til meiri spennu, misskiptingar og ófriðar, en í þeirri síðari felst þó að minnstakosti von. Við getum breytt heiminum til þess betra og við skulum gera allt sem við getum til þess. Nei, heimurinn ekki svarthvítur og það eru íslensk stjórnmál sannarlega ekki heldur. Við þurfum að vera reiðubúin að vinna með öðrum flokkum þó okkur greini á margt. Við verðum að vera þolinmóð og viðbúin því að þær breytingar sem við berjumst fyrir gangi hægt fyrir sig. Það þrátt fyrir allt eitt megin einkenni á lýðræðinu. Í meira en 100 ár hafa Samfylkingin og forverar hennar verið þáttakendur í stórkostlegri lífskjara byltingu á Íslandi og það eru miklu betri tímar nú en þegar barnadauði var daglegt brauð og heilu fjölskyldurnar fluttu örbirgðina vestur haf í leit að betra lífi, efnahagslegi flóttamenn eða hælisleitingur ef þið viljið. Og við skulum ekki líta á það sem ósigur ef breyting næst ekki fram á einu vettvangi. Fæstar gera það og oftast tekur það heilar kynslóðir. Af málum sem íslenskir jafnaðarmenn hafa náð fram með mikilli þrautseigju get ég nefnt vökulögin, lögin verkamannabústaði, almannatryggingar, jöfn laun karla og kvenna og lánasjóð íslenskra námsmanna. Allt dæmi réttabætur þar sem við lögðum drýgstan hönd á plóginn. Þá tryggðu jafnaðarmenn ákvæði í fiskveiðistjórnarlögum að fiskistofnarnir séu sameign þjóðarinnar og loks ótalið framlög okkar til viðskiptafrelsis og opnar í samskiptum við önnur ríki. Ég þakklátur fyrir öll þau góðu verk sem forverar mínir náðu fram. En ég tek jafnframt auðmjúkur við þeim verkum sem eru ókláruð. Ég vil vinna þeim áfram af æðruleysi því að ég veit að hér í salnum og út í samfélaginu nóg af góðu fólki sem getur tekið við verkefnum okkar sem nú stöndum í brúnni og siglt þeim í höfn ef við náum því ekki. Það býsna góð tilfinning. Og þannig það að vera í góðum flokki. En kæru félagar, í dag búa þúsundir barna enn við fátækt, launamunur eykst og sífellt stærri hluti auðsins safnast á fáar hendur. Við höfum því enn mjög mikilvægt verk að vinna. Og vissulega tala flestir flokkar það að allir séu fæddir jafnir og með víðtæk mannréttindi. En það þó grundvallar munur á því hvaða merkingu þeir leggja í þetta og hvaða leiðir stjórnmálaflokkar vilja fara til þess að ná þessu fram. Íslenski stjórnmálaflokkar hafa gefið Sjálfstæðisflokknum allt of mikil völd í gegnum tíðina. Í krafti 30% af fylgis hefur hann setið í allt of mörgum ríkisstjórnum þrátt fyrir að 70% þjóðarinnar hafni leiðans og stefnu. Og það sama að sjálfsögðu við sveitarstjórnir. Nú verða félagshyggjuflokkar á Íslandi, vinstri flokkar,
að fara að átta sig á því að þeir verða að leita allra mögulegra leiða til þess að vinna saman. Þannig eingöngu getum við tekist á við þessa flóknu framtíð á sama tíma og við tryggjum velferð allra. Okkur greinir á mjög margt við systurflokka okkar. En það fullt af stórum málum sem við getum alltaf sameinast um. Ég nefni aukinn jöfnuð, sterkt opinbert mennta- og heilbrigðiskerfi og réttlátt afgjald af auðlindum og auðvitað nýja stjórnarskrá. Og þess vegna tek ég undir með Jóhönnu Sigurðardóttur þegar hún segir: við skulum fara að einbeita okkur meira að því að ráðast á hinn raunverulega óvin okkar í stjórnmálum og höldum dyrunum opnum þegar að Vinstri græn átta sig á því hvaða asnaskap þau leiddust út í. En að lokum, kæru félagar, ef okkur auðnast ekki að gera þetta, þá munum við bara einfaldlega halda áfram að verða fylgitungl Sjálfstæðisflokksins til skiptis með þekktum afleiðingum bæði fyrir flokkana okkar en ekki síður fyrir fólki í landinu. Við ætlum okkur stórt hlutverk, við erum mætt tilbaka, við verðum burðarflokkur í íslensku stjórnmálum innan skamms, frelsi, jafnrétti, samstaða. Takk. Ég ætla að fá þau formanninn og varaformanninn hér upp á svið. Logi Már Einarsson, Heiða Björk Hilmisdóttir. Sjáum svo í kvöld. Jæja, góði gestir, það er ekki allt búið enn. Hér stóð til að við ætluðum að vera með langt. Við ætluðum að fara hér inn í langa slökun, en okkur verður ekki kápan úr því klæðinu, því að hér eru þau mætt, Vigga og Sjonni, og ætla að flytja okkur tónlist. Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Allt mitt líf heitir þú já jafn þá sól okkur svipar geislagur og þá stjörnur blik á dimri nótt. Allt mitt líf heitir þú já allt mitt líf heita þig og ég sé hvert blíkt þér að brá höftu með korsið verðan bát. Allt mitt líf elskar þig okkur heitt, allt mitt líf andar takk hvert á einn.
sjá, líkt þér að brá, burtu með kossi berra má. Allt mitt líf elskar þig ofurheitt, allt mitt líf annar takk hvert og eitt. Engan draum dýrlegri átt, en ég að velja allt mitt líf, velja allt mitt líf, allt mitt líf, ég hjá. Takk fyrir. En eigum við ekki að enda þessa stund og að syngja lagið okkar allra á Stjórnum? Eigum við ekki að standa upp og syngja? Nefndarmenn hafa alltaf verið boðaðir ásóknir. Ó, hver ég þig stór